Komiði sæl. Ég heiti Anna Guðrún Júlíusdóttir og ætla að segja ykkur frá rannsókninni minni sem ég kalla fagleg sjálfsrýni, starfsþróun kennara og skipulag kennslu í íslensku sem öðru tungumáli í grunnskóla. Lokaverkefni sem ég kynni hér er rannsókn sem byrjaði sem starfendarannsókn en varð meira fagleg sjálfsrýni. Rannsóknin var gerð í skóla á höfuðborgarsvæðinu haustið 2015 og þátttakendur voru auk mín 23 nemendur á miðstigi og umsjónarkennari þeirra. Og ég hafði ekki hitt hvorki nemendur né þennan umsjónarkennara áður og ekki komið inn í þennan grunnskóla. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá bakgrunni mínum. Ég hef kennt íslensku sem annað mál í grunnskóla frá árinu 2000. Fagið er nýtt af nálinni og það virðist ætla að taka langan tíma að festast í sessi. Mér finnst óskýrleiki hafa verið einkennandi þegar kemur að skipulagi fagsins innan skólanna sem og staða kennara í íslensku sem öðru tungumáli. Það endurspeglar námslega stöðu nemenda með annað móðurmál. Í tilraun til að þróa starf mitt sem annars máls kennari ákvað ég að gera rannsókn í samstarfi við einn umsjónarkennara á miðstigi. Ég kom inn í bekkinn á forsendum nemanda sem átti rétt á stuðningi í öllum tímum. Í bekknum voru nokkrir nemendur af erlendum uppruna. Mig langaði til að fylgjast með þeim í von að ég lærði eitthvað nýtt sem annarsmálskennari. Tilgangurinn var náttúrulega bara að efla nám og kennslu í íslensku sem öðru máli og gera rannsókn í samvinnu við annan kennara. Markmiðið var að varpa ljósi á hvernig samvinna tveggja kennara með ólík þekkingarsérsvið getur eflt nám og kennslu. Og rannsóknarspurningin var: hvernig getur samvinna tveggja kennara, umsjónarkennara og kennara í íslensku sem öðru máli eflt skilning minn á því hvernig hægt er að vinna uppbyggilega með nemendum af erlendum uppruna. Við fræðilega umfjöllun þá er talað sérstaklega starfsþróun og faglega sjálfsrýni, samkennslu og kennsluhætti og skipulag fyrir nemendur sem læra annað tungumál. Ég ætla að tala sérstaklega samkennslu eða hugtakið samkennslu. Á ensku er það co-teaching og það er þegar tveir kennarar í sömu stofu kenna einum bekk í sameiningu. Þá hafa kennararnir oftast ólíka menntun eða mismunandi þekkingarsvið, til dæmis umsjónarkennari og annarsmálskennari. Samkennsla er hugtak sem kemur úr sérkennslugeiranum og hefur þróast þar nokkurt skeið. Sama eða svipað skipulag hefur verið notað þar sem nemendur af erlendum uppruna eiga í hlut. Í samkennslu þá er mjög mikilvægt að skilgreina hlutverk beggja kennaranna. Annarsmálskennari kemur inn í samstarfið með sérþekkingu á ákveðnu nemendahópi og umsjónarkennari heldur utan innihald námskrár, skipulagningu, agastjórnun við kennslu og foreldrasamstarf. Það er mjög mikilvægt að átta sig á því að annarsmálskennari, eða getur líka verið sérkennari, hann kemur ekki inn sem stuðningsfulltrúi og heldur hefur ekki sama hlutverk og stuðningsfulltrúi, heldur þarf hann að læra að nýta sína sérþekkingu og umsjónarkennarinn þarf líka að læra þetta nýja form. Samkennsla eða co-teaching er ekki það sama og teymiskennsla sem er team teaching á ensku. Í teymiskennslu eru kennarar oft með svipaða menntun og áhersla er lögð á innihald námskrár og agastjórnun við kennslu. Aðferðin, já. Hvernig fór ég að? Starfendarannsóknir og fagleg sjálfsrýni snúa að mér og persónu minni, en eru samt sem áður háðar öðru fólki og gerðar með öðru fólki. Í mínu tilfelli valdi ég að skoða sjálfa mig og viðbrögð mín í samkennslu
hvað ég þurfti að gera til að mér liði vel í starfi sem kennari í íslensku sem öðru máli og leið í kennslu með öðrum kennara og hvernig sú reynsla gæti komið skjólstæðingum mínum til góða í kennslu og námi. Ég ákvað snemma á ferlinum að vera áhorfandi og greinandi. Það að vera áhorfandi snýst til dæmis að þjálfa sig að bregðast ekki við því sem maður sér eða heyrir af því að manni finnist að maður ætti að gera það samkvæmt fyrirfram gegnum hugmyndum eða af því að maður sé vanur því. Þegar ég tala að vera áhorfandi en leið greinandi á ég við að ég skoðaði huga minn og tilfinningar og ígrundaði af hverju mér leið eins og mér leið. Ég leitaðist við að lýsa upplifun og viðbrögðum mínum í samkennslu. Í rannsókninni lagði ég sérstaka áherslu á einn þátt í samstarfinu en það voru fundirnir sem voru haldnir einu sinni í viku með samkennaranum. 40 mínútna vikulegi fundir. Þar kynntist ég samkennara mínum og við áttum uppbyggjandi samtal. Við vorum samstiga í þessu ferli. Samkvæmt fræðunum þá eru fundatími einn af grundvallar þáttum sem þurfa að vera til staðar til að samkennsla gangi upp. Að þessi afmörkun hjálpaði mér að ná sátt við sjálfa mig á rannsóknartímabilinu. Það er að segja þessir fundir. Þrátt fyrir að rannsóknarferlið hafi reynt verulega á, fannst mér hugmyndafræðin á bak við starfendarannsóknir veita góðan stuðning. Og það var ómetanlegt að hafa 2 leiðbeinendur sem ég skrifaðist á við vikulega. Rannsóknardagbókin varð mikilvægasti þátturinn í gagnasöfnuninni en þar segi ég meðal annars frá því hvernig ég geri hlutina og hvers vegna horfi ég í eigin barm og spyr gagnrýninna spurninga. Þegar ég skoðaði gögnin og vann úr þeim beitti ég aðferðum ígrundunar en í því felst að stunda stöðuga sjálfskoðun með það fyrir augum að skapa merkingar bæra og hagnýta þekkingu, innsýn og skilning. Ígrundun hefur það að markmiði að leysa eða skýra eitthvað sem áður var óljóst. Ég spyr oft spurninga í athugasemdunum sem ég geri þegar ég skoða rannsóknargögnin. Virkaði ekki. Af hverju ekki? Pæla hér. Hvað gerðist? Hvernig gerði ég? Af hverju? Hvað þurfa nemendur? Og þá vísa ég til nemenda af erlendum uppruna. Eru þeir nýkomnir? Eða hafa verið lengi á landinu? Hvar liggur þörfin? Ég gerði tilraunir til að svara þessum spurningum jafnóðum leið og ég greini þemu sem ég flokka með lykilorðum. Og dæmi lykilorð eru húmor, slaka á, sjálfstal og gagnkvæm virðing þekkingar. Það er sem sagt að vinna, og ég man vel eftir því að við þurftum að vinna með gagnkvæma virðingu þekkingar. Þess að virða það að ég hafði einhverja þekkingu sem hún hafði ekki og öfugt. Niðurstöður rannsóknarinnar eru flokkaðar í 3 meginþemu: sjálfsrýni, samvinnu í þróunarferlinum, hvernig þróaðist samvinna okkar og hvernig eldumst við, og nýting sérfræði þekkingar, það er það sem ég var að tala áðan, að læra að nota sérfræði þekkingu hvor annarar. Sem dæmi sjálfsrýni tók ég þá afstöðu að glíma við áskoranir frá jákvæðu sjónarhorni og gera ráð fyrir að allir vildu gera sitt besta. Þannig fannst mér auðveldara að setja mig í spor annarra. Ég vann út frá ákveðnum setningum sem ég festi í minni og skrifaði reglulega niður í rannsóknardagbókina beinlínis til að þjálfa mig í ákveðnum vinnubrögðum og viðhorfum. Ekki sökkva sér í vandamál og einblína á það sem heldur draga fram það sem gott og byggja á því. Skrifaði ég í rannsóknardagbókina í ágúst 2015. Ég minnti mig á húmorinn, að húmorinn þarf að vera með í för ef svona samvinna á að takast vel. En ég þarf líka að leyfa mér að staldra við og vera ófullkomin.
og það var líka átak. Þetta er skrifað 27. október 2015. Samkvæmt minni reynslu frá 2000 þá hef ég verið í mörgum þróunarverkefnum og eitt af því sem að gerðist það var að það komi pirringur á ákveðnu tímabili og samkvæmt reynslu minni og kannski líka hef ég lesið einhvers staðar að þegar það koma upp krísur þá viljum við gjarnan fara að kenna hvor annarri eða kenna einhverjum en það sem í raun og veru gerðist og gerist í tvígang í rannsókninni er að við ráðum ekki við aðstæður, við ráðum ekki við það sem er að gerast og þurfum að fá aðstoð utanfrá. Þetta er mjög mikilvægur þáttur, sérstaklega þegar maður er að gera rannsókn eða er í þróunarvinnu. Að gera staðreyndararannsókn með áherslu á faglega sjálfsrýni er lærdómsríkt og gefandi ferðalag. Eitt af gæfusporum lífs míns. Sjálfsrýni með öðrum átti stóran þátt í að efla faglega sjálfsvitund mína, en það var ekki alltaf auðvelt að skilja hvert hlutverk mitt var og ég saknaði nemenda minna í litlu hópunum. Ég talaði hér áður óskýrleika, að óskýrleiki væri einkennandi fyrir stöðu annarsmálsnemenda. Sjálfsrýni og efling fagvitundar tel ég vera einn hlekk í því að skýra stöðuna. Ég veit núna að ég er nær því og var nær því marki að geta eflt nám annarsmálsnemenda en ég var fyrir rannsóknina. Ég fékk innsýn í starf umsjónarkennara í bekkjarkennslu sem og stöðu annarsmálsnemenda. Það sem ég sá veldur mér enn áhyggjum. Nemendur af erlendum uppruna tínast í almennri kennslu og fá ekki kennslu við hæfi. Nemendur læra að fela sig og við gerum okkur ekki grein fyrir hvar skóinn kreppir og missum af tækifærinu að læra af nemendunum sjálfum. Haustið 2016 fékk ég tækifæri til að byggja upp námsver fyrir nemendur sem læra íslensku sem annað mál og endurheimti þar með hluta af faglegri sjálfsvitund minni. Samt sem áður var ég ekki sátt við stöðu mína eða faglega sjálfsvitund mína sem annarsmálskennari sem tekur nemendur út úr öðrum mikilvægum tímum. Við slíkar aðstæður verða ákveðin átök eða ósamræmi vegna þess að nemendur vilja gjarnan koma til mín en vita samt að þeir gætu misst af einhverju sem skiptir máli. Og oft þarf ég að meta það á staðnum í samráði við bekkjarkennara að það sé ekki gott fyrir nemendur að missa úr þennan tíma. Þannig verður kennslan í íslensku sem öðru máli ósamfelld, brotakennd og léttvæg og ég er orðin langþreytt á þessari stöðu. Það er æskilegt að nemendur fái sérstaka kennslu í íslensku sem öðru máli sem reiknað er með í stundaskrá, í litlum hópum þar sem markmiðin eru skýr. Það er hægt að koma til móts við nemendur að vissu marki í almennum bekkjum eða kennslustundum, en það er alltaf erfitt að mæta sérstökum tungumálaþörfum þeirra í íslensku, vegna þess að þær eru aðrar en þarfir þeirra nemendur sem hafa íslensku að móðurmáli. Rannsóknarspurningin var: hvernig getur samvinna tveggja kennara, umsjónarkennara og kennara í íslensku sem öðru máli eflt skilning minn á því hvernig vinna megi uppbyggilega með nemendum með erlendan uppruna í grunnskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að faglegt samtal á vikulegum fundum og fagleg sjálfsrýni í samvinnu, þar sem annar kennari kemur við sögu, hafi verulega eflt skilning minn á því hvernig ég get unnið uppbyggilega með nemendum af erlendum uppruna í grunnskóla. Og nú 5 árum síðar. Ég er enn í sama skóla. Ég ákvað að hætta að kenna íslensku sem annað mál fyrir 2 árum og er núna verkefnastjóri og vinn mikið með skólastjóranum og öðrum stjórnendum.
Við höfum sem sagt skipulagt annarsmálskennslu í stundaskrá á yngsta og miðstigi innan hringekjunnar. Þannig að þegar nemendur sem virkilega þurfa að fá kennslu í íslensku sem öðru máli, þá veljum við að vegum og metum það hvaða fag viðkomandi nemandi getur misst af eða sleppt í staðinn fyrir að fá íslensku kennslu. Unglingar fá sérhæfða kennslu eftir þörfum og síðan er sem sagt mikið þróunarstarf unnið þar sem að við erum að innleiða fjölbreytta kennsluaðferðir þar sem að allir nemendur geta notið sín í sama bekk. Takk fyrir.